Við ætlum að ræða öryggismál og til þess að ræða þau eru þær komnar hingað Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrverandi utanríkisráðherra, líklega rétt að segja í þessu samhengi, og Silja Bára R. Ómarsdóttir, prófessor í stjórnmálafræði við Háskólann. Það er aldrei endurskoða svona heiminn, stöð okkur í heiminum og öryggi, það er afleiðing af stríðinu í Úkraínu, klárlega. Hvað er þetta mikil breyting? Er heimurinn bara gerbreyttur? Svo ég spurði svona lítilda spurninga. Ég veit ekki hvað skal segja. Sko, Evrópa er náttúrulega breytt. Það er náttúrulega aðstæður í Evrópu hafa breyst afgerandi með þessari innrás Rússa í Úkraínu. En ef við horfum á svona hinnar almennu svona ógnanir eða áskoranir sem heimurinn stendur andspænis, þá hafa þær kannski ekki breyst við þetta í sjálfu sér. Ég held að sko stærstu áskoranirnar sem alþjóðasamfélagi stendur andspænis, það eru áskoranir sem ganga þvert á landamæri og það eru til dæmis loftslagsbreytingarnar sem ég held að sé ekkert stærsta verkefni til að takast á við og stærsta áskorunin. Það er auðvitað fjöldi fólks á flótta, þessi mikli fjöldi fólks á flótta sem aldrei verið fleiri á flótta. Það er auðvitað, sko innrás Rússa er auðvitað partur af þessu, en ég vil líka nefna veikari staða mannréttinda og lýðræðis í heiminum, aukin svona pólitísk skautun og uppgangur populískra afla, en ég held að þegar við skoðum þetta allt saman, þá sé kannski stóra vandamálið og ástæðan fyrir við erum með þetta allt saman og eldsmaturinn, það er þessi aukna misskipting í heiminum. Ég held að það sé svona stæðsta áskorunin og stæðsta ógnunin. Það er aukin misskipting auðs og tækifæra, auðs egna og tækifæra, innanlanda, millilanda og millisvæða. En þú býður hendur upp á sko vandamál sem að ójöfnur, loftslagsmál, sem að krefjast þessi ykkur öflug batteri sem við getum tekist á við það. En á sama tíma er þetta að tala hnignandi lýðræði, aukin polarisering, minni geta samfélagandir segja við þetta bæði innan samfélagana og á milli samfélagana. Þannig að erum við þá í vondum málum? Nei, ég held satt að segja að sko alþjóðakerfið okkar sé í talsverðri kreppu. Og við höfum séð það að það er svona takmörku geta mörgu leyti til að takast á við þessar áskoranir. Við erum náttúrulega með kerfi eins og Sameinuðu þjóðakerfið sem er sett á laggirnar á 5. og 7. áratugnum og það er byggt upp sérstaklega pólitíska kerfið í Sameinuðu þjóðunum, svo er stofnanakerfið annað. Það er byggt upp í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar og með við hugmyndir sem þá voru og í rauninni eru þetta sigurvegararnir í seinni heimsstyrjaldinni sem að ráða þar mestu. Og ég held að, og ég hef séð það sjálf af mínum störfum að þetta kerfi það ráði ekki við þessar ógnanir sem að við stöndum andspænis. Og við þurfum, það þarf að hugsa þetta kerfi svolítið upp og nýtt. Svo erum við aftur líka með kerfi eins og ÖSE, Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, sem er byggð upp í kjölfar kalda stríðsins og þessum þegar var mikil bjartsýni að frjálslynda lýðræði væri bara komið sem form sem allir féllust á að virða. Og það er ekki raunin og í rauninni var það aldrei þannig. Ég held að sko Sovjetkerfið gamla hafi aldrei viðurkennt þetta, þó það hafi í orði kveðnu gert það. Og þannig við erum með sko kerfi sem að ekki alveg ráða við þessar aðstæður. Til eldri tímum og öðrum krísum sem öðrum krísum. Og þau hafa náttúrulega, ef við horfum á alþjóðakerfi, þá hefur alltaf orðið til sko alþjóðakerfi og stofnanastruktúr í kjölfar mikilla hvað maður segja kreppu, alveg eins og Sameinuðu þjóðakerfi eftir seinna stríð og Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu eftir hrun Sovétkerfisins. Og það er eins og kreppur alveg af sér nýjar hugsanir og nýjar hugmyndir og jafnvel ný kerfi og ég held kannski erum við þeirri stöðu núna. Við þurfum að hugsa þetta svolítið upp og nýtt. Silja, bara, þetta tækir undir þessa mynd? Já, og það sem að kannski líka er að gerast er að þetta er alveg rétt sem Ingibjörg Sólrún segir að eftir
einhverjar krísur og átök, hvort sem þau eru hernaðarlega eða hugmyndafræðileg, að þá birtast oft nýjar leiðir til þess að móta þessar stofnanir. Og eitt af því sem að maður hefur séð svona í gegnum alþjóða samskipti sem fræðigreinur nú rétt rúmlega 100 ára gömul, þau eru ekkert eitthvað langvarandi, en þau hafa skoðað tímabil sem fara lengra aftur. Og það er svona ákveðin að fara, ákveðin mynstur að fara úr fjölpólakerfi sem er þá svolítið eins og bandamenn eftir í síðari heimsstyrjöld og eftir hana, yfir í tveggja-pólakerfi sem aftur þá eins og kalda stríðið, yfir í einspólskerfi sem er Bandaríkin eftir fall Sovétríkjanna, og síðan kemur eitthvað rof. Og núna auðvitað erum við að horfa á og kannski sérstaklega á byrjaði alveg fyrir Trump en með Trump þá sáum við auðvitað þess að hnignun valda Bandaríkjanna, sérstaklega hugmyndafræðilegs valds þeirra í alþjóðakerfinu, og þá einmitt hvað kemur til að fylla út í valdatóm, og það held ég að sé stór hluti á bakvið árás Rússlands á Úkraínu að Rússland að reyna að fylla út í valdatóm sem að þau hefur skynjað í alþjóðakerfinu til þess að hafa áhrif á það hvernig alþjóðakerfi mótast í kjölfarið. Og við sjáum líka hvernig Kína að spila sína afstöðu gagnvart Rússlandi í þessu stríði og þá að reyna að keppa við, og hvað við fáum út úr þessu, hvort sem það einhver breyting á Sameinuðu þjóðunum, hvort það einhver önnur kerfi sem að koma fram eða hvað, en þetta eitthvað sem ég held að við munum þurfa að bara vera tilbúin til þess að takast á við, og það til dæmis neitunarvaldi í Sameinuðu þjóðunum, það að Rússland sé sem formennsku í öryggisráðinu þegar það árásarríki í alþjóðlegu stríði, að það er náttúrulega bara skelfileg tilhugsun, en svona var kerfi sett inn, það alþjóðakerfi lærði það af þjóðabandalaginu, það þurfti að kaupa stórveldin inn með því að gefa þeim sterkari stöðu heldur en minni ríkjum, og þá fengu þau þetta neitunarvald, og þó að það hefur verið gerað marga tilraunir til þess að breyta því og bara núna eins og eitt minnsta ríki í kerfinu, Liechtenstein fékk í gegn að núna þurfa neitunarvaldsríkin að útskýra af hverju þau eru að neita, þau gátu gert það án nokkra útskýringa lengst af. Það sýnir alveg það hægt að hneka til, það hægt að breyta kerfinu lítið, en það þarf einhvern stóran skell til þess að við breytum því mikið. En það ekki líka til þess að verði til nýtt kerfi, þá þarf að vera einhver sigurvegari sem að mótar kerfið í sinni mynd eins og gerðist eftir seinni heimsstyrjöldina, eins og gerðist eftir hrun Sovét, að það þarf að vera einhver ráðandi aðili, eða hópur. Og hver hann? Það auðvitað það sem ég að segja, það sem að sér þessi ríki sem að eru að reyna að breyta kerfinu sér í vil, eins og Rússland, eins og Kína. Maður sér að þau eru tilbúin til þess að reyna að móta kerfið, en maður sér það ekki endilega frá öðrum ríkjum, vissulega, Macron fór til Kína þarna núna nýlega og svona, maður heyrði að það voru, hann sagði hluti þar sem hann vildi síðan ekki láta hafa eftir sér í Evrópu, Politico gaf út yfirlýsingum og þau var ekki tilbúin til þess að birta ritskoðað viðtal við hann, þannig að það er einhver samtöl í gangi einhver staðar sem við sjáum ekki öll bara fyrir opnum tjöldum, sko. Það sem að grípa boltan hjá hvað sem varst að tala að Rússland og svo núna Kína eru að reyna að gera sig gildandi sem hinn póllinn gagnvart Bandaríkjunum. Á sama tíma það utanríkisstefna Bandaríkjanna komið í veg fyrir að annar póll verði til. Það stóra máli hjá þeim að komi í veg fyrir það, og þetta auðvitað núningurinn sem við sjáum mjög víða. En varðandi þessi samtöl sem eiga sér stað, þá held ég og mér fannst það einhvern veginn að þessi innrás Rússa í Úkraínu, það að hún skildi eiga sér stað, fannst mér einhvern veginn vera svona sameiginlegt skipbrot okkar allra að geta ekki komið í veg fyrir það. Að þetta samtal skuli ekki verið í gangi þannig að menn viti svona nokkurn veginn hvað er að gerast. Það fannst mér svo mikið skipbrot fyrir allt þetta alþjóða kerfi okkar, vegna þess að auðvitað eru Rússarnir eru ábyrgir fyrir þessar innrás, þetta þeirra sök, þessi innrás, en hinn all ríkin að við skildi ekki einhvern veginn átta sig betur á því sem þarna var að gerast og geta gripið til einhverja aðgerða fyrirfram, einhverja
hvað maður að segja, fyrirbyggjandi aðgerða. Það Það finnst mér svo mikið skipbrot. Já, hugmyndir okkar að það var þetta að halda upp í friði með einhverjum tilteknum aðferðum ef að það var markmið þá brustu þær. Eins og til dæmis að það að stunda viðskipti við Rússa og tengja þau inn í viðskipta heim Evrópu myndi leiða til friðar. Það kom í ljós að svo bara ekki. En þetta er náttúrulega það sem var eiginlega megin stefnan í alþjóðamálum áratuginn undan. Já, en svo náttúrulega svona batteri eins og Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu. Hún það er búin til þess að þetta samtal sé í gangi. Og það er markmiði með stofnuninni og það bregst og samt held ég að eins og staðan er núna sé þetta svo stofnun sem ætti að geta kannski grípið inn í varðandi þessi átök og ætti að geta haft einhvern hlutverk því að þar eru þó Rússarnir allavega við borðið og það er mikilvægt. Þú sagðir hérna með að Rússar væru og Kínverjar væru að stíga inn í svona tómarúm eftir. Er það þannig með innrásina að hún sé að Rússland hafi séð að þau gætu farið í innrásina vegna þess að yfirburði Bandaríkjanna í heiminum eða ríki beygðu sig ekki í jafnvirknum mæli undir þá að það væri þá möguleiki að gera þetta eða heldur að Rússar séu eða Putin séu að sjá það fyrir sér að með innrásinni að þá styrkjan sína stöðu og alþjóðavettvangi? Ég held að það sé kannski frekar það fyrra en einhverju leiti líka seinni þátturinn sko, að auðvitað er það þegar að Rússland tekur yfir Krímskagan fyrir að verða áratug og afleiðingarnar eru eiginlega bara nákvæmlega engar að þá lærist auðvitað ákveðin leksía sem er að alþjóðakerfið bregst ekki við. Þannig að endurtekning verður líklegri. Þannig að möguleikin og trúin sem að Rússland virðist hafa haft á því að þau gætu bara gerð sigrað Úkraínu á örstuttum tíma hafi þá leitt til þessara ákvarðanar. En hins vegar líka held ég að við hérna á Vesturlöndum séum í svo litlum ég lifum í tölvöru blekkingu með það að meiri hluti allra ríkja í heiminum standi með Úkraínu eins og Evrópuríki gera vegna þess að það er fjöldin allur af ríkjum og kannski sérstaklega í svona hinn nættaranu suðri sem að telja þetta bara fullkomlega í lagi og Indland til dæmis sem að stærsta fjölmennasta lýðræðisríki í heimi það hefur ekkert verið neitt afgerandi í sinni afstöðu með Úkraínu og frekar daðraði mitt við Rússland að mörgu leiti. Þannig að hvað má og hver dæmir það er, þú veist, við erum á öðrum ásnum held ég, langflest þetta með könnun sem ég fyrir að kynna þess á miðvikudaginn sem að sýni það að langflestir Íslendingar þetta stiðja vilja stiðja við Úkraínu frekar heldur en Rússland og eru jafnvel stóru hluta tilbúin til þess að borga fyrir það en það er ekkert allstaðar sem að það er. Og sömuleyti hefur í kjölfar stríðsins raunverulega svona staða Kína að mörguleyti styrst í öllum öðrum deildum jarðar heldur en okkar. Mér langar aðeins einmitt út af þessu sko að ég var í Bagdad þegar Rússarnir gerðu innrásina í Úkraínu og þá fann maður mjög vel fyrir því að fólk það fann mjög til mjög Úkrænumönnum að þau skildu sko þurfa að lenda í þessu að verða fyrir þessari innrás en leið sagði fólk svona ok, þú getið þið bara slegist á ykkar vallarhelmingi þið hafið hingað til verið að slást á okkar vallarhelmingi, gerir þetta út þetta núna bara heima hjá ykkur, þetta kemur okkur í sjálfsög ekki við, það var ólögleg innrás í Írak og hver voru afleiðingarnar af því? Írak rjúkandi rúst en pólitískar afleiðingar fyrir Bandaríkin voru þetta engar. Þannig að þetta er auðvitað viðhorf sem að maður sér víða. Það kærðu sig ekki hneykslan okkar Vesturlandabúa yfir innrásinni? Nei, en þar með er ég ekki að segja að þeir hafi ekki fundið til með Úkrænumönnum og tekið afstöðu með fólkin í Úkrænu. En það er hinn pólitíski vinkill að þessu sem að var svolítið grátbroslegur ef maður má segja sem svo. En ef maður reyna að lesa bara í svona almenn umræðu, að þá vorum við á tímabilið þar sem að trúa því að aukin viðskipti myndu leiða til friðar og það var bara ríkjandi trú. Svo bregst það og þá er einhvern veginn bara vígbýst Evrópa í kvelli.
er ekkert annað vit í Evrópu heldur, er þetta einu kostinni sem Evrópa hefur. Og sömuleyti sakna með þess að sé einhvern veginn svona alvöru umræða öryggismál einhvern annan hátt heldur en það að við verðum einhvern veginn að vígbúast gegn Rússum. Það sé einhver meira sem við ættum að vera. Þetta tengir svona bara hugmyndum okkar farsæl samskipti milli þjóða. Já, sko ef við má aðeins stíðin á þetta, sko. Ég held að nefnilega það sem að Rússunum hefur tekist er að þeir eru ekkert bara í hernaðarlegu stríði við Úkraínu, þeir eru í fjölþáttastríði við Evrópu og það eru þetta gasið til dæmis. Eina spurningunum sem ég er með þessari könnu núna er einmitt svona reynda aðtuga, sko, væri fólk hér heima tilbúið til að borga ef að fyrir stuðning og voru með svona tveggja þáttar spurningu sem reyna að mæla hvort að kostnaðurinn sem að þú sem einstaklingur finnur hefur áhrif vegna þess að það sem að sá svo mikið í Evrópu í vetur þegar fólk var alltaf inn að fara að borga 4-falt, 5-falt fyrir orkuverð til þess að hita heimili sín að þá þetta kemur, hvaðan kemur orkan? Jú, þetta er hækkun vegna þess að það er ekki verið að kaupa á Rússlandi og vill þá fólk kannski bara að stríðinu ljúki, gefa eftir. Þannig að þú veist, sko þetta stríð er miklu strategískara kannski heldur en að við ræða bara á þessum hernaðarlega grundvelli, að þá erum við að missa af stóru myndinni sem er að það er verið að reyna að tryggja að almenningur í Evrópu sé ekki tilbúin til þess að veita hugmyndafræðilega stuðning við Úkraínu sem er þolandinn í þessu stríði, sko. Þannig og þetta held ég að sé eitthvað sem að við kannski vannmátum og við þá bara Vesturlönd vannmátum getur Rússa til þess að hafa þessi áhrif og þú nefndir á einhvern smári með voru með ekki undirbúin og svona, ég meina Bandaríkin sögðu Zelenski nokkrum dögum fyrir innrásina að þetta væri að fara að eiga sér stað. Þú mannst það þegar það fréttir komu að þá vantaði ekki rattinir í Evrópusöðunni hvaða? Já, og hann sjálfur sagður hafa dreigið það ef að svo voru allir hissa þegar það ráðast inn þótt þetta væri sko margbóða morð. Já, það sem ég var að segja sko, það er það sem er sko vangeta okkar einhvern veginn til þess að sko átta okkur á því hvað er að gerast og geta brugðist við í tíma. Það er stundur sagt sko að njósnarar séu mjög þarfir vegna þess að þeir vita þá, þeir hlera á hvað er að gerast og eiga að vita hvað er að gerast. Þeir þurfa að geta sagt eitthvað sem skilur fréttirnar. Já, þeir verða að geta upplýst einhverja sem að geta hafa móttökuskilyrði til þess. Já, það eru þau sem hafa eiginlega brostið því það er eins og Evrópa hafi ekki verið almennilega að hugsa öryggismál. En þá kemur eftir fjölþáttaógnirnar sko sem að til dæmis er upplýsingaóreiða sem eru þetta greiðlega mikil í samfélaginu og hún tengist þessum þáttum sem þú byrjaðir á að tala líka, Ingibjörg Sólrún, með hnignun lýðræðis, mannréttinda staða fjölmiðla loftslagsmálin, allir þessir þættir eru undir í áráðusstríði sko og þegar að það er verið að setja út upplýsingar sem að jafnvel þegar það koma sko stærstu, öflugustu leyniþjónustur í heimi, koma upplýsingar og þú segir, nei, ég meina það. Já, það er sko, upplýsingaóreiðan er og eins sko, af hverju átti maður að trúa þessu? Nei. Af hverju átti maður að trúa þessu? Það var logið í aðdraganda Íraksstríðsins. Þar var fólki sagt að það væri aðsteðjandi ógn vegna þess að Saddam Hussein réði yfir efnavopnum. En sko, svo reyndist það ekki vera þannig. Og ég upplýði það sjálf núna í aðdragandi innrásunum í Úkraínu að þegar Bandaríkjamenn sendu út þessi signal. Ég segi það alveg satt sko, ég upplýði þá er þetta ekki bara aftur sami blekkingarleikur. Það eru mentuð afstafa að þessi menn hafa verið að ljúga á okkur áratugum saman alvarleg mál. Hví ættum við að trúa þeim? Já, hví ættum við að trúa núna? Já. Herðu, áður en að við tölum svona upplýsingaóreiðu og hnignun lýðræðisins að ef við horfum á sko heimsmyndina að þá eru við lítið sker í Norður-Atlantshafi inn á áhrifasvæði Bandaríkjanna. Skipta þessi straumhvörf okkur einhverju máli? Ég meina, eru við ekki
við að breyta ykkur í afstöðu okkar? Ég meina, nú erum við fámenn og það bara einn maður á Íslandi sem gerir kröfur að við byggjum upp her. Þannig að hversu miklu máli skiptir þetta okkur? Og þá ég ekki að tala að þú veist að við sýnum siðferðilega stuðning í ykkurum ræðum á NATO-fundum og svona. Ég segi, hvaða máli skiptir svona aðgerðir okkar í hefðu okkur öðru sér núna þetta við gerðum fyrir 3 árum? Kannski ef ég tek akademi Ingibjörg Sólrún hefur reynslun að vera í pólitíkinni og vita hvernig hægt að taka afstöðu þar. Fyrir smáríki eins og Ísland þá skiptir greiðarlega miklu máli að við tökum afstöðu með alþjóðalögum, alþjóðarétti, mannréttindum og það eru okkar fyrstu varnarlínur. Þar liggja, auðvitað getum við ekki tryggt að allir muni virða þær, en ef við tökum ekki að skýra afstöðu með þeim sem að verða fyrir brotum á alþjóðalögum, þá erum við að kalla þá erum við bara að kalla á það ef við verðum fyrir þeim brotum og þá njótum við ekki stuðnings. Þannig ég tel frekar augljóst að þetta skipta okkur máli vegna þess að í alþjóðakerfi þar sem að má vaða inn í önnur ríki með ofbeldi að það ekki verið að virða grundvallar reglur Sameinuðu þjóðanna og grundvallar viðmið bara fullveldi og sjálfstæði ríkja og bann við íhlutun innan landamæra annarra ríkja að ef við tökum ekki undir það þá hver ætti að gera það þá? En við í pólitíkinni gerum það ekki, við gerum það bara stundum. Ef það okkar lið sem ræðst inn í Írak eins og þú nefndir áðan, að þá eru við alveg sáttir. Það auðvitað vandinn og það var eitt af því sem maður horfði á í þegar þessi innrás byrjaði að það samaburður við Írak og þetta var hrópandi en við hefðum átt að vera öðru megin við þá línu þegar árásin Írak. Ég veit það. Utanríkisstefna okkar að við erum bara í liði með Bandaríkjunum og við tökum samstöðuna fram með sannleikann. Ég veit ekki hvort að ég get tekið undir það að við séum þar. Það voru náttúrulega 2 menn sem tóku þessa ákvörðun að styðja innrásin í Írak og það var talað það þá þegar þetta væri ólöglegt og bara 3 dögum fyrir innrásina þá var talað að það þyrfti sérstaka samþykkt í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna til þess að það væri hægt að fara þarna inn og svo samþykkt kom ekki. Þannig að það var öllu ljóst að þetta var á svig við alþjóðalög og ég held ekki og ég held ekki, ég veit það meirihluti þjóðarinnar var ekkert bak við þetta. Stórkostlega, þetta var algjörlega þvert á, því ég öruglega eitthvað rannsóknir sem að sína það að ég bara mannina tíma, það var stór hluti, mikil meiri hluti Íslendinga leita á þetta sem eiginlega bara svona árás á sjálfsmynd sína. Já, vegna þess að það er einmitt, það var náttúrulega undirskriftasöfnun og bara ekki okkar namni og margt fleira, ég var að flytja heim frá Bandaríkjunum akkurat á þessum tíma þannig að það var svona samfélagi sem ég kom inn í en já, þannig að ég akkurat sem Ingibjörg Sólrún sagði að þetta voru 2 einstaklingar sem að tóku ákvörðun að setja okkur á þannig lista viljur og þjóða án þess að það væri farið með meiri háttar mál sem til dæmis að ræða við þingið í utanríkismálum, það voru allar reglur vanvirtar. Og þetta gerðu náttúrulega Danir líka þetta gerðist líka í Danmörku og þetta er auðvitað þetta er mjög vont að vera með þetta í farteskinu, þessa innrás því að þetta var klárlega brot á alþjóðalögum og ég segi eins og Silja Bára við eigum allt undir því að alþjóðalög séu virt og við verðum að virða þau. Það er bara fyrsta varnarlína fyrir öll smáríki. En ættum við þá ekki að vera í einhverju smáríkjabandalagi því að það getur ekki verið gott að vera með þessa stefnu að megi ekki ráðast inn í ríki en vera samt einhvern veginn alltaf í liði með einu stórveldinu sem er sífellt að gera þetta. Já, það við eigum ekki alltaf að vera í lið eins og innrásin í Írak að hún var ekki til dæmis, við hefðum ekki þurft að samþykja styðja hana vegna þess að hún var ekki á forsendum NATO þar sem við erum fyrirfram skuldbundin til þess að taka þátt. Það er ekki, það auðvitað kemur bara inn í pólitíkina og þess að ég voru svona að reyna að gefa akademískt svar við þessu kalla hérna á sessunaut minn við að taka kannski pólitíkina meira og hvernig það lítur út en ég tel bara að þarna hafi ég veit ekki hvort maður að kalla þetta mistök það var ásetningur að gera þetta og að ég held á bara mjög slæmum forsendum. En í hvaða liði við erum? Það hefur líka komið eftir innrásina að þá hafa margir komið fram og segja bara heimurinn er breyttur og nú verðum við að taka afstöð til að vera með okkar þjóðum með í liði
og það eðlilega við horfum meira til samstarfs við Evrópu en í NATO og það á ekki bara við öryggismál, heldur auðlindanýtingu eitthvað fleira því að sömuleyti svona alþjóðavæðingin að ganga tilbaka og þess vegna verður við bara að horfast á hvað sem við viljum það ekki, kannski myndum við freka vilja búa í heimi þar sem við getum átt samskipti við alla, en bara það er ekki í boði að gerum við að fara inn í svoleiðistíma, þar sem við svona drögum aðeins að okkur og það sem svona bara eðlilega að vera í Evrópu og vera í NATO og Evrópusambandinu. Sko, við höfum náttúrulega lagt áherslu á það að starfa með það sem kallar like-minded löndum, ríkjum. Það er að segja, og það byggir auðvitað á hugmyndunum mannréttindi og frjálslynt lýðræði og hvað segir maður, réttaríkið og allt þetta sem grunnurinn svo aftur að öryggis- og samvinnustofnun Evrópu og ég held að sá grunnur sé mjög góður grunnur og Rússland auðvitað partur af því og þeir hafa samþykkt þetta og það þarf auðvitað, af því þeir hafa samþykkt þetta þá auðvitað að sjá til þess að þeir starfi í samræmi við þessar samþykktir og það þarf að halda þeim, hvað segir maður, við efnið. En þeir gera það ekki? Nei, þeir gera það ekki núna, þeir gera það ekki með þessari innrás og auðvitað eru mörg ríki í össi sem að fara ekki alltaf að þessum samþykkt, þeir eru ekki þeir einu það er mikilvægt að halda því til haga, en þetta er tæki sem við höfum til þess að reyna að vinna ekki bara með þeim ríkjum sem við eigum svona mjög eðlilega samleið með eins og Norðurlöndum heldur líka ýmsum Evrópuríkjum sem eru kannski svolítið á jaðrinum og svo eru þetta Mið-Asíuríki þarna inni líka. Þannig ég held þetta sé mikilvægt apparat en það þarf bara að endurskoða, það þarf að virkja það og það þarf að investera meiri í því pólitískt. Það hafa bara ríkin ekki gert. Forysta þessara aðildarríkja utanríkisráðherrarnir, forsætisráðherrarnir, þeir hafa ekki í rauninni investerað í þessu apparati eins og þið þyrft að gera og ég held að hugmyndin sem kom frá Helsinki-sáttmálanum 1975 sem grunnurinn og þetta Helsinki-ferli sé góður grunnur til þess að byggja á. Þannig að þú nefnir þetta að það sé mikilvægt að halda össi áfram með Rússunum inni. Varstu þá ósátt við það að Rússunum verið hent út úr Evrópuráðinu? Ég hef ekki... Myndur þú vilja halda öllum vondum líka inn í einhverjum alþjóðlegum kerfum til þess að geta byggt upp frið í framhaldinu? Samtali verður eiginlega sér stað. Það verður einhvers þar að vera eitthvað borð sem að menn geta setið við og átt samtal. Ég held að það sé bara algjörlega nauðsynlegt. Alveg þráttur löngun okkar að slaufa Putin. Já, þrátt fyrir, ég held að Rússarnir, sem mikilvægt Rússarnir séu í össi og það sé samtal sem eigi sér stað í össi og ég held að það skiptir máli fyrir alla Evrópu. En Silja, þetta með að það sé breyting ekki bara á einn pól og tveir pólar og þrír pólar og allt það, heldur líka það að svona alþjóðavæðingin sé einhvern veginn að draga saman. Það hefur náttúrulega, það er allt öðru í sig heimsmynd heldur undanfarin 30 ár. Það sem var eiginlega alþjóðavæðingin átt að vera lausn allra okkar vanda. Já, og mörguleitu þetta hefur hún þó stuðlað hann að þróun og aukinni velmegun víða en hins vegar bara eins og kom fram hérna í upphafi þá misskiptingin líka mjög að aukast. Það er hins vegar alveg ljóst að ríki eins og við hér á Íslandi, eða bara eins og við hér á Íslandi við getum ekki lifað í heimi sem ekki alþjóðavæddur. Við þurfum ekki annað en að líta á bara hver einstu vöru sem snertir líkam okkar á hverjum degi, það er einhver þáttur sem að kemur við erum háðari utanríkisviðskiptum heldur allir. Já, heldur bara allavega vel flest önnur ríki, Þannig að við líka verðum að viðhalda því. Alþjóðavæðingin hefur auðvitað aldrei verið jöfn, hún hefur ekki haft samskonar áhrif á öll ríki. En Rússland og Kína til dæmis sem við vorum að tala að þau náttúrulega komu til dæmis bæðin í alþjóða viðskiptastofnunina njóta bestu kjara eins og við gerum á mörkuðum. Þannig að þetta aðgengi að alþjóða mörkuðum hefur bara skipt greiðlega miklu máli. Hvort að það eitthvað að fara mikið að breytast, ég veit það ekki, en ég held að þetta ekki endilega það sem við þurfum að hafa hvað mestar áhyggjur af. Það svona vörurnar munu finna sinn farveg, finnum auðvitað
það er margt að hækki í verði og matvælaframleiðslan auðvitað í Úkraínu hefur skipt greiðlega miklu máli fyrir allan heiminn og breytingar á verði þaðan og útflutningi en það eru kannski frekar í hvað erum við að fara að setja peningun okkar og þú nefndir áðan mitt vígbúnað það er gríðarlega mikil vígbúnaður og aukning í vígbúnaði sem að peningur eru að fara í og það er ekkert sem að eitthvað hættir bara daginn sem að stríðinu líkur þannig að það er, þú veist, hvert fara herinnir þegar að þessu stríði vonandi líkur sem fyrst. Það er verið að tala að og það er bara fréttir af því alla daga að Evrópuríki er að auka framlög til varnarmála og í flestu tilfellu bara til hernaðar og við konumst við það frá kröfunum 2% af landsframleiðslu sem eru þetta er svona 80 pluss miljardar á íslenska mælikvara. Þetta eru gríðarlegi peningar og við erum held ég að eyða 6. Þannig ef einhver tíman gerist það við borðið að all fátækari ríki NATO horfa á Ísland og spurja hvað eru þínir peningar. Og þá getur fólk ímyndað sér hvað er fyrir peningarteknir? Er það almannaþjónustan eða heilbrigðisþjónustan eða menntakerfið eða hvað er alltaf að finna þess að peninga alltaf að hækka skattana, alltaf að ríka fólki muni fjármagna herinn okkar. En þetta er auðvitað sem við höfum séð bara í Þýskalandi til dæmis, þar sem að framlög til hernaðarmála rukka upp úr öllum fyrir viðmiðum á mjög skömmum tíma. NATO hefur kallað eftir 2% hingað til. Það er alveg líklegt að við förum að sjá það viðmið hækka, þá erum við ennþá neðar. Eystrasaltslöndin farin upp úr því? Já, þau náttúrulega komu leið og komin í NATO og fóruðu mjög markvist, þau voru lengi vel einu ríkin fyrir utan Bandaríkin, hvort það var bara Litáin, Ísland, sem að var yfir 2% markmiðinu Þannig að því að þau sáu strax að þetta var þeirra leið til þess að skapa sér örugga stöðu innan þess bandalags. En við höfum ekki farið þessa leið, en hins vegar hefur verið gríðarleg aukning með einhverju tölu í tölvunni sem er læst en aukningin sem hefur verið bara hér heima á síðustu 4-5 árum er alveg gríðarleg og það sem að kannski við höfum verið að gera samt er að þetta er fjármagn sem við erum að setja í að mestu leyti mannvirki í kringum Keflavíkurflugvöll. Þannig að þetta er ekki peningur sem er verið að flytja út og við erum ekki að kaupa vopn eins og mörgunnur ekki. En Ingibjörg, það er ekki klók leið ef að eitt af því sem við þurfum að gera er baráttan gegn ójöfnuði að eyða peningum sem hefðu geta farið í því að byggja upp velferðarkerfi í hernað. Nei, það er ekki klók leið fyrir heiminn í heild sinni að fjárfesta stöð meira í hernaði og vígbúnaði á sama tíma og þörfin er svona mikil fyrir að fjárfestingu í ýmsum félagslegum úrræðum og auknu jöfni. En það getur grafið undan öryggi þar með. Já, það getur gert það. En svo er aftur hitt að það er að reyna að ná ykkur af peningunum líka af þessu ríka fólki sem er út allan heim. Þessu ég segir á ensku filthy rich fólki út allt. Það er auðvitað líka eitthvað sem að elur á dregur úr öryggi og elur á svona frustrasjón. Það er að horfa upp á í mörgum þessar ríkja, horfa upp á fólki sem veit ekki aura sinna tal. Það er bara misbýður svo mörgum. Það er í sjálfu sér hættulegt að leyfa því að gerast. Það skapar félagslegan óróleika sem að veldur óöryggi og þó að menn geti komið einhverju tölfræði sem segir að millistéttin hafi stækkað þessi fleiri sem til núna millistéttin heldur gerði áður, þá ertu samt með einhvern botn sem er mjög neðarlega og einhvern topp sem er mjög ofarlega og þetta stóra bil, það er það sem að menn horfa á. En herforingjar NATO er ekki með glæru sjóum það að berjast gegn ójöfnuði til þess að tryggja frið í heiminum? Þeir hafa náttúrulega ekki það hlutverk, þegar þú beitir ekki vopnum í það. Nei, hvað gerum við það? Ef það er ójöfnuður milli landa og ójöfnuður innan landa. Það er auðvitað pólitíkin sem á að deila á að eiga við það en ekki láta það í hendurnar á herforingunum. En talandi stofnanir sem að þurfa endurnýjun eins og alþjóðastofnanir, þarf ekki þá pólitíki svolítið að það er ekki eins og hún hafi tækin í þessu, hún er alltaf umræðu vettvangin þetta.
Jú, dag? auðvitað þarf pólitíkin að hérna, þetta er auðvitað verkefni fyrir pólitíkina og þetta er verkefni fyrir hérna, stjórnvöld í hverju ríki fyrir sig og svo þessi fjölþjóðlegu stjórnvöld að takast á við þetta. En eru þau í góðu standi? Nú er hérna minkandi traust á stjórnvöldum. Það er að benda á hnígnun lýðræðisins. Það er að benda á hnígnun umræðisvettvangsins sem við höfum á millum okkar með bara falli fjölmiðla og alls konar. Þannig að sömuleyti þá erum við kannski óvenju illa búin undir það að glíma við þessar þrautir. Eða hvað? Já, það má kannski segja það. Hvað segir þú, Silja? Já, sko já og nei, það eru þetta sko fjölmiðlar auðvitað hafa hérna, við höfum bara séð hérna heima hvernig frjáls fjölmiðlun virðist vera eða virðist vera, bara berst í bökkum og maður sér það líka víða heima að það eru ákveðin hugmyndafræðilega öfl sem að geta fjármagna fjölmiðla og haft greiðlega áhrif á bara almenna umræðu og auki skautun í samfélögum og þarfröndu göttunum. En leið að þá er ýmis vettvangur sem að fólk getur leitað að og sótt sér upplýsingar. Vandinn er síðan höfum við forsenduna til þess að miðla þeim upplýsingum og taka greina hérna umhverfið og pólitíkina á þeim forsendum. Þú færðir enga til þess að ræða við þig pólitíkina sko, nema að bara fólk gargar hvort á annars. Já, það er náttúrulega eiginlega vandinn sko, að það er ekki svona hugmyndafræðileg umræða sem fer fram, heldur er það alltaf bara einhvern veginn hlaupið í hérna. Það er hrópað bara. Já, það er bara hrópað sko. Úr mismunandi herbúðum. Já, einmitt. Og öll mál bara detta í þau og fáum vel ekki neina umfjöllun eða umræðu. Þetta bara fallaðu einhvern veginn í skotgrafnar. Já. Það er náttúrulega bæði innan ríkja og milli ríkja og alþjóða vettvangi. Þá er þetta auðvitað líka dálítið sko stíli núna. Og ef við myndum horfa yfir heiminn og skoða sko svona trenda í pólitík, að þá er það líklega svona lýðræðiskjörin stjórnvöld sem að eru að færa sig frá lýðræði. Við getum nefnt Tyrkland, Ísrael, Indland, Pólland, Ungverland, Bandaríkin. Og þetta er bara að gerast rosalega rætt. Já, bara kerfi sem að beita í raun og veru lýðræðislegum vettvangi í andlýðræðislegum tilgangi. Já, þetta er náttúrulega, þessi stjórnvöld eru oft sko kosin og oftast kosin í lýðræðislegum kosningum sem uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til lýðræðislegra kosninga, þó svo ef þú horfir á, þú veist kannski er kosningarnar sjálfar, kjördagurinn sjálfur í lagi, en allt sem á undan fer er í ólagi. Ég meina aðgangurinn af fjölmiðlunum, aðgangurinn af fjármagni, aðgangurinn af stjórnkerfinu, upplýsingamiðlunin, allt þetta sem að sko er bara í ólagi og er ekki í samræmi við þau lýðræðisprinsip sem við viljum hafa. Og stofnanir samfélagsins eru til að þjóna stjórnvöldum en ekki almenningi. Já, og við erum komið eins og þú varst að segja sko, það er hérna í gegnum lýðræðislega kosningar, þá fáum við einhver stjórnvöld, þar sem að sko viðmiðið er sko the winner takes it all. Hann, sá sem að er kosin, hann ræður og hann gerir bara eins og honum sýnist. Kjósum okkur einræðisherra. Já. Ok, þetta er í heiminum, svo verður við hingað. Hver er svona ógn hérna á Íslandi skautun, veikara lýðræði, að þú veist, þessi síður kannski með marga kjarna eins og maður býst við að þessi hugmyndunum svona vestrant samfélag, að þessu alls konar valdastofnanir sem eru við að þróast yfir í aukin völd miðstýrs ríkisvalds, eða eru við blessunarlausu eða þróun í heiminum? Ég held að við höfum alltaf verið með miðstýrt ríkisvald sko, og svona valdið frekar vel skilgreint eða alltaf, lengst af svona nútímanum, en sko hvaða er sem að ógnar okkur, þá held ég að það sé hugmyndafræðilegur ágreiningur og við sjáum hvernig ákveðnar hugmyndir eru settar fram til þess að búa til skautun, eins og núna bara umræða transfólk, að það sé hópur sem sé ekki til og svona ýmislegt annað. Þetta er innflutt umræða sem að er bara sett inn í finnst mér allavega frekar lélegan ramma heima
eitthvað sem við ættum að hafa burði til sem samfélag til þess að bara þurfi ekki að takast á við þetta ekki vandamál sem að bara ætti að vera til hérna. Það er svona umræða. Það sem að maður sér hins vegar þú veist hvað það sem að fólki finnst ógna. Ég með núna, eins og ég segi, könnun í gangi sem að aðeins farin að fá nasaþefin af og samanburð frá því fyrir 3 árum að þá óttaðist fólk ekki að spenna í samskipti við Rússland væri eitthvað sem ógnaði Íslendingum eða Íslandi. Fólk upplifaði miklu meira núna. Fólk upplifir sér samt mjög örugt á Íslandi. Það telur ekki mikla ógnstæðja að landinu. Loftslagsváin er gríðarleg, aukin framfærslukostnaður, efnahags vandamál eru miklu ofar heldur en vopnuð átök í okkar nærumhverfi eða annað. Og ofar en áður? Þetta hefur alltaf verið 3 skiptir sem ég hef gert þessa könnun, þá hefur þetta alltaf verið efst en en loftslagsváin er að færast ofar og eins og ég segi, það er svona meiri ótti við vopnuð átök, mun meiri ótti við kjarnorkuvá heldur en hefur verið áður og það er held ég bara endurspeglun á samtímanum. Þetta eru hlutinir sem við þurfum að takast á við. Endurspeglun á fjölmiðlaumræðinu. Já, og fjölmiðlaumræðinu mjög mikið sko. Það er kjarnorkuveldi í stríði. Skrítið ef við hefðum ekki meiri óttakakvart að það myndi breiðast úr kjarnorku stríð fyrir slysni eða ásetning. En mér finnst nefnilega kannski eins og að tala Silja Bára þessi hugmyndafræðilegi ágreiningur, ef við getum sagt því svo, þá er hann svona mál sem að eins og transmál og eitthvað svona identitetsmál sem en ekki í rauninni eitthvað sem mann finnst að við ættum að vera að tala og takast á sem er bara efnahagsgrunur samfélagsins, pólitísku uppbygging samfélagsins, stjórnkerfi, hvernig við notum það, allir þessi hlutir sem að skipta sköpum fyrir það, hvernig við skiptum bara gæðunum og tækifærunum og í samfélaginu. Það er ekki pólitíska umræðuefni. Heldur er það þessi svona sýnilegu mál, innflytjendurnir, transfólkið, þar kemur Stundum er erfitt að aðgreina þetta eins og til dæmis kvenfrelsisbarátta. Hún er hvort tveggja. Hún er bæði þú getur sagt identity-mál, en hún er líka bara baráttan hún er eins og bara sambærileg og stéttabaráttan og sama með baráttu innflytjenda. Hún er svona sambærileg og bara stéttabaráttan. Það sem er verið að ræna hópa fólks bara eðlilegum tækifærum og lífsmöguleikum. Og það er mjög mikilvægt að ræða þetta og þennan rétt á því identitetinu. Ég er ekki að segja það en ef þú hefur það bara sem umræðu á einhverju yfirborði en ertu ekki að framþætta það öllu öðru í samfélaginu þá finnst mér við kannski svona vera svolítið sína svolítið andvaraleysi gagnvart því sem að máli skiptir í Förum þá niður í svona engala. Við erum að tala öryggi Íslands í viðsjáförum heimi en öryggismál, eru þau líka öryggismál einstaklinga, öryggismál transkonunnar að njóta virðingar í samfélaginu og konunnar að njóta jafnra tækifæra auku við öryggi samfélagsins með því að minnka óréttlæti milli fólks og Já, ég held að við gerum það og þannig að urðu mikla breytingar á öryggisfræðunum eftir lok kalda stríðsins og það sem að öll áhersla í rannsóknum hafði farið á í raun og veru hernaðarleg og pólitísk átök og það verður til svona greiningarammi sem að næri yfir víðtækari hugmyndir öryggi og Jóni nefnd sem Ingibjörg Sólrún þú skipaður okkur var það ekki áhættumats nefndina á sínum tíma eftir að Bandaríkja her fór og við nálguðumst að greina þær áhættur sem að Ísland stóð frammi fyrir á þessum fósendum að það er að segja að við þurfum að horfa á samfélagið, umhverfið, efnahaginn pólitíkina og hernaðinn og þess hernaðarleg varnamál og öryggi er ekki fullnægjandi nema við séum með alla þessa þætti undir og þarna sem sendir þá samfélagslegu þáttunum að þá erum við að tala allt frá heilbrigðiskerfi yfir í sjálfsmyndir og jafnrétti kynjanna og ýmislegt annað
sem að þarf að vera tryggt, en það kannski, þetta fellur oft í skuggan vegna þess að þetta eru atriði sem að við að mörguleiti sem samfélag getum tryggt innan okkar landamæra og verður ekki alltaf að alþjóðlegu viðfangsefni, þó þetta sé það líka vegna þess að ef að jafnrétti kynjanna er ekki náð allstaðar þá er ekki jafnrétti kynjanna bara í heiminum. Þannig að þú veist, þessir þættir þurfa allir að vera teknir inn í myndina og það er eitthvað sem að svona þú veist, má stundum hugsa sem svona almanna öryggi, almanna varnir einhverju leiti, ná yfir marga þættir sem að varða umhverfið, en við höfum eiginlega ekki farið í það að hugsa sko jafnréttismál sem öryggismál til dæmis. Ekki einu sinni rétt konunar til að labba heim ein að kvöldi þegar þú byrjaði að dimma á þess að halda lyklakipuna. Já, ég meina þú veist, þetta nær mjög sjaldan inn í umræðu öryggismálinu. Þetta er öryggismál. Já, þetta er öryggismál. En öryggismál, þegar þetta verður á opinberri umræðu, þá er eiginlega alltaf farið í að horfa á hernaðarlega varnarþætti. Loftslagseftirlitið eitthvað? Já. Loftferðaeftirlitið? Já, loftferðaeftirlitið. Það var til, nú verð ég að sparka tilbaka og manni ekki alveg hvenær var hugmyndin sem að var sko skyldan til að vernda. Já, einmitt. Og það var semst að ríki hefðu skyldu til að vernda þegna sína. Einmitt. Bæði sko, það væri skylda innan ríkja og svo væri það líka skylda að bregðast við ef að ríki væru ekki að vernda þegna sína. Og þar næði þetta auðvitað inn í þessi öryggismál sem eru bara ofbeldi gegn konum og börnum í samfélagum. Þetta er svona víðtækara öryggishugtak, en svo bara einhvern veginn datt svolítið í botnin úr þessar umræðu. Já, frakkarnir misnöðu þetta svolítið í Líbíu. Það var eiginlega þá sem að þegar frakkarnir misnöðu þennan ramma svolítið þegar í Líbíu, þegar í arabíska vorinu, þá var þetta notað svona til þess að fara í eiginlega meiri hernaðar. Já, þið væri að fara inn til þess að vernda íbúana gagvart fyrir stjórnvöld fyrir ferðavaldinu, því ég misti það árað út um mér, það stendur samfélaginu ógn af ferðavaldinu? Sannarlega, ég held að ég standi mikil ógn af ferðavaldinu. Ég held að sko, ef við lítum bara á þetta heimskipula okkar, þá byggir það þetta á kapitalísku hagkerfi og svo byggir það á aldagömlu sko ferðaveldi, og við höfum séð þegar þetta kemur saman, þá oft orðið til svona sko forríkir og hálfsturlaðir valdakarlar sem eru hættulegir heiminum. Og við sjáum margar svona valdakarla sem að vegna þess að sko völd spilla og algjör völd gerspilla sem að sko fara fram með þeim hætti sem þeir gera vegna þess að það er búið að þeir eru með þetta ferðaveldi í genónum. Já, og svo sjáum við þetta, sko, þessi stóri mál sem að Ingibjörg Sólrún nefndi hérna strax í upphafi, þessu loftslagsmálin, að við sjáum líka bara hvernig sko karlmennska og svona spilar saman við, það er hérna til hugtök sem er hérna petromasculinities, olíu karlmennska, að viðbrögð feðraveldisins við til dæmis ungum konum eins og Gretu Thunberg sem að er að tala framtíð sinnar kynslóðar, að þetta endurspeglar auðvitað bara hvað það er eitruð karlmennska byggð inn í samfélagið okkar, hvort sem að það er hér í okkar nær samfélagi eða á alþjóða vettvangi. Ákvarðanir eru teknar, kerfin eru smíðuð af körlum með þarfir karla í huga og sum staðir er það kannski eitthvað aðeins að byrja að breytast, en það er það eru mörg högg eftir. Já, og þú getur séð hvað feðraveldið sko getur orðið stórhættulegt þegar saman fara sko svona einræðistilburðir og kerfisbundi kvenfyrirlitning. Þú sér það eins og hjá Putin til dæmis og hjá fleirum. Þegar sko heimilisofbeldi var afglæpavætt í Rússlandi fyrir einhverjum 5-8 árum, alls konar aðrir aðrir tilburðir sem maður við séð sko. Og það er mjög áhugavert sko að þú getur séð það að því við erum að tala svona
hvað kallar maður svona early warning, það að segja þú ert að horfa á Rauð ríki, flögg, svona, þá já. hvaða rauðu flögg eru sem að gætu verið vísbendingum að samfélag sé að þróast í mjög varasama átt og sé líklegt til þess að verða svona árásargjarnt, þá getur þú horft á einmitt töluvarðandi ofbeldi gegn konum. Getur verið heimilsofbeldi eða almennt ofbeldi. Það er alltaf sko rísandi. Og líka þegar ríki ákveða að takmarka rétt kvenna til þungunarofs. Já. Það er líka, það er eftir Bandaríkin að vera bara bú. Það er blíkandi ljós. Það er einmitt. Og þar auðvitað staða kvenna í Bandaríkjunum auðvitað alveg ótrúlega léleg með að við sko hversu efnað og iðnvætt og hversu framalega Bandaríkjamenn telja sig vera í lýðræðismálum að þá hafa konur auðvitað þær sæta mjög miklum takmarkunum og núna nýverið þó að það auðvitað eigi ekki við allstaðar, það er í sumum ríkjum en, og aftur mun aldrei snerta efnaðarkonur vegna þess að þær geta ferðast á milli ríkja til þess að fá það þjónustu. Það eru í rauðu ríkjunum þessum blikkar höfðu. Já, langmest sko en ekki eingöngu. Það eru líka ríki sem eru svona kannski oftar undir stjórn demokrata. Ef ykkur að hlusta okkur og segir, ég meina, öryggismál, það er náttúrulega að teygja það yfir allt sko. Ég meina, ég alltaf verið öryggismál eða verðum við ekki að tala öryggismál sem eitthvað, þetta að túlka allt sem öryggismál. Því að því sögðu að hafi verið meira rætt þetta á þessum nótum fyrir árum áður og svo hafi verið hætt. Hver ykkar afstæðum það? Eigum við að leyfa okkur að tala feðraveldið sem öryggisógn í samfélaginu? Eða við þá að endur við þá að segja allt sem öryggismál? Nei, þetta er náttúrulega spurningin sko að greina á milli öryggis og svo varnarmál. Þetta náttúrulega, það kannski ekki sami hluturinn. Við erum að tala öryggismál sem líka inn á Já. Og við eigum að gera það. Já, við erum að tala hvernig þegnarnir, íbúarnir geta upplifað sig örugga og talið sig sko hafa vernd ríkisins. Og horfast í augu við að stór hluti þegnarna gerir það bara ekki. Já, en það er eitthvað sem við verðum að vinna með. Það er hluti af öryggismálum. Það er minkandi öryggi. Ég er kannski með aðeins of akademist svar við þessu að það er aftur í öryggisfræðunum og svona hugtak sem heitir öryggisvæðing og það er svona með eins konar málgjörð eins og það sem við höfum séð eiga sér stað hérna í okkar samfélagi eftir að árásin á Úkraínu var gerð þetta til dæmis með að eigum við að vera með her, erum við að gera nóg að þegar að fólk sem hefur völd í samfélaginu tala svona þá það að setja af stað einhverja hreyfingu að það er að segja þú veist þetta er öryggisatriði og það sem að getur gerst þegar við tölum allt sem öryggi að við segjum við þurfum að geta gripið til viðbragða sem eru utan hins lýðræðislega ramma. Þannig ég geld ákveðin varhug við því að segja allt sé öryggismál. Þetta er líka ákveðin vandi vegna þess að við erum með eitt hugtak yfir það sem er á Norðurlandamálum sikkerheit og security og safety það er Norðurlandamálum líka greint hérna á milli að annað svona þetta pólitíska hernaðarlega sem að má líka setja yfir á einhverjum og svona og hins vegar það þá þetta svona velferðar og velmegunar öryggi eða vellíðunar þess að einmitt á öryggum að mann sé ekki ógnað gangandi heim á kvöldin og þar undir göttunum. Ef við segjum að við viljum setja hlutin upp í einhvern öryggisramma þá á einhverju leiti erum við að heimila stjórnvöldum að taka ákvarðanir án lýðræðislegrar aðkomu. Það mínum að það sem að gerðist 2003 þegar að 2 einstaklingar segja, heyrðu þetta snýst öryggi okkar við verðum, það þarna efnavopni í Írak, við verðum að fara hérna og þeir telja sig þessu umkomna að taka ákvarðanir á þess að eiga samtal við ekki einu sinni löggjafan þá ákvarðan. Þetta viljum við ekki að gerist. Þannig að ég held að með því að halda hlutum niður á af öryggisvæða, farin á pólitíska sviðið, að þessi umræður á pólitíska sviðinu, þetta þurfa að vera með gott pólitískt kerfi sem að kannski einmitt vandinn að ef lýðræðið er veikt. Þannig að ég svona vil ekki endilega segja að allt eigi heima í öryggisramma en við þurfum samt að geta greint hlutina á svona út frá þessum hugmyndum og metið hvenær þarf að beita þessum
aðgerðum, að ferðum. Vandamál okkar líka. Kannski svo þú veist að segja, Silja Bára, við erum bara með eitt hugtak sem sko öryggi. Þegar aðrar þjóður eru með sko security og safety. Já, einmitt. Sem sem sagt trygghet, það var hennar norska. Sikkerhet og trygghet. Málfræðingarnir rætta þessu bara. Já, einmitt. En þegar þú að tala, þá erum við á hraðleið það eru eins og stjórnvöld alltaf að sækja umboð til ykkur aðgerða, sko, við erum að gera eitthvað og þetta eitthvað er bara hernaðaruppbygging, við erum svolítið hraðleið í svona tali, sko. Já, mér finnst ég reyndar að hafa séð frá stjórnvöldum aðeins meira viðnám við þeirri umræðu og að umræðan sé að koma svona annar staða frá, að fólk sé að setja þetta inn í umræðan annar staða frá en viðnámið, mjög Þórdís Kolbrún til dæmis svara mjög skýrt þegar að það kom þessi bók íslenskan her og segja mjög skýrt að hún vildi frekar setja fjármagn í aðra hluti heldur en það en leið og svona lagað er komið í umræðuna þá þurfum við að líka geta þá einmitt með lýðræðislegri umræðu og opin umræðu tala hvað það sem við erum að kalla eftir og af hverju það skynsamlegt eða ekki og einhvern veginn tala okkur niður á sko, hvað það sem við erum að reyna að tryggja og mínum mati þá það sem er öryggi á Íslandi að það að hér getum við að mestu leyti treyst á réttaríkið, ekki alltaf, sérstaklega ekki síður konur, síður minnihlutahópar. Það þó að ýmislegt vanti upp á í velferðarkerfinu, þá ákveðin grunnur og það frekar einmitt að verja það vegna þess að þannig erum við örugg og þá eru minni líkur á að hér verði eitthvað samfélagslega dróf. Ég held að það veri miklu frekar ógn heldur en að við getum búist við einhverju árás eða annað. En friðarstefna, krafa að friður sé markmið í sjálfu sér næstu því. Það ekki hávært í dag. Er það ekki ákveðið svona öryggisstefna að halda því á lífi? Mér fannst svolítið sorglegt að Svíar vera að fara inn í NATO og svona verið fínt að hafa einhverja hlutlausa sem að getur talað á milli og ég er ekki Svíi, ég get hugsað svona, það er ókipis fyrir mig. Það verður náttúrulega... Ég veit hvað að meina, það er eins og svona, það er mjög erfitt að vera friðasinn í dag, að maður er kallað pútinisti, að maður vil hafa frið í Úkraínu. Það beina fríðarkröfunni að rússunum. Spurninga af hverjum beinir fríðarkröfunni. Það eru þetta sá sem að árásaraðilinn, það eru þetta hann hefur ríkasta skildur. Flest stríð enda við samningabrúð. Nokkur friður sem að kemist á í Úkraínu í dag væri aldrei jákvæður friður, sko. Það væri ekki friður á réttlátum forsendum ef það væri bara hætt að berjast. Svíar hins vegar voru ekkert með einhverja mikla friðarstefnu, sko, brjálæðislega stóra hergagna útflytjandi og voru ekki hlutlausir, hafi ekki verið það í einhver 20 ár, voru bara ekki með fyrirfram skuldbundnir á friðartímum, þannig að þá að sé breyting, þeir eru nú ekki komnir inn enn. Nei, þeir eru ekki komnir inn. Meðal annars vegna andlýðræðislegra stjórnvalda í öðrum ríkjum, þannig að það er erfitt að vera hreinn í einhverju svona ágreiningi. Ingibjörg Sólrún og Silja Bára, takk hjá að vera að koma enga með þetta skemmtilegt samtal. Náðu að fara yfir breytina sem þessi málaflokkur er, sannarlega. Takk fyrir það. Við hjálpina við að hugsa öryggismál. Og við flettum yfir í næsta kafla eftir augnablik. Er rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun. Efling, stéttafélag. Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og Helgispjall. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning.